Kæri söfnuður, við erum hér komin saman í dag til þess að kveðja Friðbjörgu Kristjönu Ingimarsdóttur. Ég votta ykkur öllum samúð mína, en þó sérstaklega fjölskyldunni sem nú syrgir kæran ástvin. Ég bið þess að orð frelsarans ég upprisin á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, megi vera ykkur öllum huggun í sorginni. En við skulum hefja þessa stund með signingu og bæn. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Látum oss biðja. Himneski Faðir, þú sem reisti son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. En hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri von uppris og eilíft líf. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo við erum með öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Svo ritar postulinn: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim. Þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Rísum á fætur og heyrum heilagt guðspjall. Þá hvíldardagur var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmist til að fara að smyrja hann. Og mjög árlaðinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: Hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? En þegar það líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær: Skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn, þar sem þeir lögðu hann.
svip, angar rós við rós, opnast himins hlið, niður stjörnum strá, engill framhjá fer, drottins nægð og náð, boðin að þjóðir. Guð eilíf ást, engu hjart bætt, ríkir eilíf ást, sérhvert böl skal bætt, lofið Guð sem gaf, þakkið hjálp og hlýr, tæmd húmsins haf, allt ljós og líf. Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Kæru vinir, við erum hér samankomin í dag til þess að kveðja Friðbjörgu Kristjönu Ingimarsdóttur, eða Fribbu eins og flestir kölluðu hana. Þó hún segði stundum sjálf að hún hefði aldrei vanist því nafni. Það er alltaf sérstök stund þegar við komum saman í kirkjunni og kveðjum ástvin. Við finnum sorg og söknuð, en líka þakklæti fyrir allar dýrmætu minningarnar. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Þessi orð minna okkur á að Guð gætir hjarðar sinnar af kærleika. Sá Guð sem hefur leitt Friðbjörgu alla tíð, hefur nú tekið á móti henni og hún hvílir í hans hendi. Friðbjörg fæddist á Suðureyri við Súgandafjörð hún fæddist þann 7. maí 1944. Foreldrar hennar voru þau Markúsína Sigríður Jónsdóttir og Sturla Ingimar Magnússon. Friðbjörg var 7. í röðinni af 10 systkinum, en 9 þeirra komust til fullorðinsára. Eldri voru Ragnar Solberg, Magnús Einars, Jón, Guðrún Ólöf og Sigurður Ingvar, og eru þau öll látin. Yngri eru Guðmundur Albert, Ástríður og Hallfríður Bára, og lifa þau systur sína. Sambandi milli systkinanna var náið og sterkt og þau tengsl héldust alla tíð. Samskipti þeirra einkenndust af samheldni og hlýju og áttu þau margar dýrmætar stundir saman. Friðbjörg ólst upp á Suðureyri í húsinu sem kallað var Bakaríið við Aðalgötu 25. Fjölskyldulífið var kærleiksríkt og samfélagið gott. Súfirðingar studdu hver við baki á öðrum og Friðbjörg bar þetta með sér alla tíð. Traustið, hlýjuna og tengslin við fólki sitt og fjörðin. Hún kynntist ung manni sínum Árna Friðþjófssyni. Þau gengu í hjónaband 29. desember 1963 og eignuðust 2 börn. Eldri er Ragnar Aron, fæddur 1970. Hans kona er María Friðgerður Lárusdóttir og eiga þau Söru Dögg og Önnu Maríu. Yngri er Finney Rakel, fædd 1983. Hennar maður er Gísli Sveinn Aðalsteinsson og eiga þau Árna Fannar, Huldu Margréti og Aron Leó. Árni og Friðbjörg bjuggu lengst af á Suðureyri en fluttu svo til Hafnarfjarðar árið 1990.
Eftir að Árni lést 1997 sneri Friðbjörg aftur vestur tíma og bjó á Ísafirði. Hún flutti aftur til Reykjavíkur árið 2001 og dvaldi þar til ársins 2017. Þá ákvað hún að flytja aftur vestur til að vera nær börnum sínum og barnabörnum. Friðbjörg starfaði við ýmislegt í gegnum tíðina. Hún vann við afgreiðslustörf í Kaupfélaginu á Suðureyri, við fiskvinnslu í fiskiðinni Freyju, við aðhlynningu á gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði á 8. áratugnum og síðast vann hún á Hrafnistu í Reykjavík, þar sem hún starfaði til ársins 2012. Eftir hjartaáfall þurfti hún að hætta að vinna. Hún var afburðagóður vinnufélagi, átti gott með að tengjast fólki og hafði innsæi í þarfir annarra. Það var umtalað að hún hefði orðið frábær hjúkrunarfræðingur ef hún hefði haft tækifæri til þess að mennta sig. Friðbjörg var trúuð kona, hún kenndi börnum sínum bænir og þegar hún fór út þá blessaði hún gjarnan heimilið sitt með signingu. Hún blessaði líka oft fólk með orðunum Guð geymi þig. Nú geymir Guð hana. Friðbjörg hafði einstaka kímni og að fljóta sjá skemmtilegu hliðarnar á tilverunni. Í fjölskyldunni lifa margar sögur og mismæli sem rifjuður upp með hlátri og hlýju. Eitt af því sem einkennir minningarnar hana er hláturinn og léttleikinn sem hún bar með sér. Kaffibollinn var líka sjaldan langt undan og oft var mólinn líka með. Margir í fjölskyldunni eiga sinn fribbubolla. Það var hennar bolli ef hún kom í heimsókn. Friðbjörg hafði einlægan áhuga á fólki, vildi rekja ættir, finna tengsl og sjá hver væri skyldur hverjum. Það var jafnvel nóg að einhver líktist manneskju sem hún kannaðist við og þá hófst rannsóknin. Fyrir þetta uppskar hún góðlátlegt grín í fjölskyldunni og var stundum kölluð Eva Jolie eftir norsk-franska rannsóknardómaranum sem rannsakaði hrunið á Íslandi. Enda þóttu þær nokkuð áþekkar. Í Selvogsgrunni 7 þar sem hún bjó var alltaf líf og fjör. Friðbjörg var límið sem tengdi fjölskylduna saman. Þar var staðurinn þar sem allir hittust, drukku kaffi, hlógu og ræddu ættartengsl og fréttir dagsins. Friðbjörg hafði dálæti á heilbrigði og vítamínum. Hún gluggaði mikið í bætiefnabiblíuna og oft minnti hún fólk á að taka lýsi og C-vítamín og nota aloe vera krem. Stundum var hún meira að segja kölluð amma vítamín. Og það með réttu því að hún hafði gaman að deila visku sinni og góðum ráðum. Barnabörni minnast hennar sem góðrar, hlýrrar og skemmtilegrar ömmu. Þau áttu sérstakan stað í hjarta hennar og mörg kvöld var farið í heimsókn á Eyri klukkan 8, jafnvel bara til þess að segja góða nótt. Dóttursonar hennar minnist þess hvað það var fyndið þegar amma var að skamma frænda þeirra fyrir að blóta þegar það var Liverpool-leikur í sjónvarpinu. En það kunni hún ekki við svoleiðis. Hann man líka hversu notalegt það var að gista hjá henni eftir að hún flutti aftur vestur. Í júlí á síðasta ári flutti Friðbjörg á hjúkrunarheimili Eyri. Þar fannst henni gott að vera og þar lést hún 9. nóvember síðastliðinn. Blessuð sé minning hennar. Aðstandendur vilja koma til skila kæru þakklæti til starfsfólks á Eyri fyrir frábæra umönnun. Kæru vinir, líf Friðbjargar var líf kærleika, trúar og tengsla. Hún kenndi sínu nánustu að treysta fjölskylduböndin, gleðjast þrátt fyrir mótlæti og elska lífið í öllum sínum litum. Jesús segir, ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Við megum treysta því að góði hirðirinn hafi nú tekið Friðbjörgu í fang sitt. Hún er komin heim.
Heim til ljóssins þar sem kærleiksljósið skín að eilífu. Við þökkum fyrir líf hennar, fyrir hlýjuna og gleðina sem einkenndu hana. Við geymum minningarnar með kærleika og þær muni lifa með öllum sem hana þekktu. Megi hún hvíla í Guðs friði, Guð varðveiti útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Fjölskyldunni hafa borist kveðjur. Innilegar samúðarkveðjur með þakklæti fyrir samveruna frá systkinum Árna. Kær kveðja frá Ernu Karen og Elmars börnum Sólrúnu Diego, Róberti Diego og Eiði Mána Diego. Þau sáu sér ekki fært að vera viðstödd. Aðstandendur Friðbjargar bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að athöfn lokinni hér í félagsheimilinu á Suðureyri og vonast eftir að sjá sem flesta. Þegar athöfn lýkur verður kistan borin út úr kirkjunni og sett á búkka hér fyrir utan. Þá gefst fólki tækifæri til að ganga fram hjá og kveðja með því að signa yfir kistuna. Síðan verður kistan flutt svo að Friðbjörg og Árni geti hvílt saman. Að lokum vil ég biðja almáttugan Guð að styrkja og styðja fjölskyldu og vini Friðbjargar í sorg sinni. Þangað til að endurfundunum kemur í Guðs ríki, þegar allir hlutir verða gjörðir nýir. Guði Föður, Syn og Heilagum Anda sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Go
Látum oss biðja. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þín í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því augum mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljóst til opinberunar heiðingjum og til vexendar líð þín. Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Friðbjörgu Kristjönu Ingimarsdóttur, systur vori, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
rísum á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins og oss Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisun og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin, þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Rísið á fætur og takið móti blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.
Dásanlegt að fá þessi stuðningsraddir hérna. Það battar sig bara. Megin aldrei.
Skoppa sér þetta að